Ég sagði, hvernig bara svona líður eftir leikinn? Mér líður illa, en þú veist, inn á vellinum leið mér bara mjög vel stóra hluta leiksins. Mér fannst við stjórna leiknum með boltan, við vorum 65% með boltan, en náttúrulega gerum mistök og hleypum þeim inn í leikinn. Já, þeir voru með 0,6 expected goals og skora 5 mörk, það er unheard of, en svona er þetta. Einmitt, bara 0,6 XG, þeir bara allt inni hjá þeim einhvern veginn. Það var svona erfitt samt þegar þeir voru einhvern veginn, þú veist, þeir fengu ekki mörg tækifæri til að sækja á einhvern veginn, en það var alltaf einhvern veginn svona smá hættulegt. Já, mér fannst ég hafa fullan kontról á leiknum og þú veist, náttúrulega Mikael gerir þessi mistök í 2-1 og svo ég í 3-1. Ég verð að segja, mér fannst Mikael mjög flottur í leiknum, en það mun allir muni eftir þessum mistökum og sama hjá mér. Mér fannst ég eiga bara mjög fínan leik, en allir muni eftir þessum mistökum. En það er bara landsliðsfótbolti. Við þurfum að læra af þessu og gera betur næst. Þetta er rosalega dýrt í svona landsliðsfótbolta að gera svona mistök. Já, algjörlega, og bara, þú veist, ég hef aldrei séð svona áður, þar sem að lið skora 5 mörk og með svona lítið XG, en þú veist, svona er þetta bara, svona er fótboltinn og við getum ekki gert í þessu núna, það er bara áfram gang. Þessi sending á þér í 3. markinu, heldur þú munir hugsa mikið hana just í kvöld og næsta dag? Já, þú veist, ég náttúrulega tók þessa sendingu 5 sinnum í leiknum og hún heppnaðist 4 sinnum, en í 5. skipti þá var hún lesin og svona er bara fótbolti. Ég mun halda áfram að gera þessar sendingar milli línuna, en ég verð líka að læra að velja réttu tímapunktin að gera það, en svona gerist í fótbolta. Mistökur er partur af þessu og ég er ekkert að vera að breyta mínu leikstíl út af einni mistöku. Svona súrt að ég leiði sína karakter, jafna 1-1 og þá leið manni svona eins og meðbyrjum var með okkur, svo jafnum við 3-3 líka og þá leið manni þannig líka. Svo súrt hvernig þetta endar í bæði skiptin. Já, bara algjörlega sammála. Mér fannst við hafa fullan kontról á þessu í bæði skiptin og svo koma bara einhver wonder goal með hægri upp í skeytin í lok fyrri hálfleiks og svo með fyrir leikmaður Keflavík sem að setur volley 4-3. Þannig að bara algjörlega sammála hvernig þú greinir inn. Bara framhaldið, hvernig bara svona líðið með það núna, kannski þetta er ennþá í okkar höndum ef við vinnum í Pólandi gegn Úkraínu? Já, algjörlega. Við erum bara svektir í kvöld og svo bara fókus á frakkana. Þú veist, maður getur séð eins og í dag, getur allt gerst í fótbolta. Við getum haft 0,6 í XG og skorað 5 mörk næst, þannig að bara áfram gang.